Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að beina sjónum okkar að ferðaþjónustu og kannski vetrarferðaþjónustunni. En það nú sérstaklega kannski ætlum við að nefna þennan nýja rosalega vinsæla ferðamannastað á Íslandi sem að fara og baða sig við Holuraun sem víst einstök upplifun. Maður heyrst í ansi mörgum sem hafa drifið sig og segja þetta sé engu öðru líkt. Verið velkomin til mín. Byrjum á kannski þér bara, þú varst að koma Vestnorden ráðstefnu. Já, það er ferðakaupstefna sem haldin alltaf annað ár á Íslandi og síðan í Færeyjum og Grænlandi til skiptis. Og ég var að koma að þessari ráðstefnu ásamt bara fríðum hópi Norðlendinga sem var að kynna svæðið og það er bara alveg ótrúlegur vöxtur, ótrúlega jákvæðni og áhugi á landinu og svæðinu og maður finnur verulega fyrir þrýstingnum núna að erlendu aðilarnir eru farnir að vilja koma ferðamanninn út á land og aðeins að svona létta kannski álaginu á gullnarhringnum og vilja fara að komast norður, bæði vetur og sumar. Þannig að það er bara mjög spennandi. Hverju mæta á svona kaupstefnu? Þetta eru ferðaskrifstofur alls staðar að frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, Sviss, alls staðar að. Og þær eru að koma, þetta eru bæði nýjir aðilar sem eru að koma og síðan eru líka aðilar sem við höfum þá verið í sambandi við áður og eru svona að fá update á því hvað er nýtt og fá til dæmis að vita núna af nýju siglahóteli og Holurauni sem við tala og bara skíðaunum okkar. Lúxushótel í Fljótunum? Jú, akkurat, rosalega uppbygging þar. Já, nákvæmlega. Þannig að menn eru bara svona svolítið að fylgjast með, taka stöðuna. Og finnurðu raunverulegan mun? Þetta er ekki bara svona, þetta sé allt aðeinslegt, þetta er raunverulegur munur? Þetta er raunverulegur munur. Ég segi alltaf sko frá að ég kom inn í þetta 2011 þá vissi enginn hvað Norðurland var eða hvað Akureyri var þegar maður var að tala við þá. Og núna er ég bara, nú er ég ekki að segja frá því að þetta svæði sé til, heldur er ég meira að segja bara hvað er nýtt á svæðinu sem þýðir að menn eru virkilega að skoða og það eru fleiri og fleiri að koma inn með nýja pakka sem þeir búa til og það er bara núna í haust búin að vera bara, ég get bara sagt stöðugur straumur, við teljum það í tugum ferðaskrifstofa erlendra sem eru búin að vera núna á Norðurlandi að skoða svæðið og kynna sínu sölufólki svæðið þannig að það geti sagt betur frá. Magnað. Og þið hjá Saga Travel, finnið þið fyrir þessu? Já, mikið. Og við erum að bjóða upp á 13 mismunandi dagsferðir í dag hérna frá Akureyri, 8 frá Mývatnssveit og þetta bara rúlar mjög vel. Nákvæmlega, þannig að þetta er bara eiginlega töluvert meira heldur en þegar við áttum von á það? Já, sumarið til þess var miklu meira við finnum fyrir mikil aukningu og áttum ekki von á þessu og vorum í vandræðum með mannskap og ýmislegt út af því sem er náttúrulega mjög ánægilegt. Þannig að þið hefur verið bara harðahlaupum? Já. Segir maður hraðahlaupum? Hraðahlaupum? Ég heyrði þetta var vitlaust. Já, við verðum absolutt verðum við miklu aukningu og búið að vera og þetta lítur bara mjög vel út núna í vetur og allt saman. Hverju er fólk helst að sækjast eftir þessar erlendu ferðamenn? Já, við núna þegar kemur hausti þá náttúrulega er það norðurljósin mjög mikið og svo bjóðum við upp á þessar ferðir til Mývatnssveit það er náttúrulega okkar hvað maður að stæðst í punktu og þar erum við líka að bjóða upp á þennan lofthelli sem er algjör geimsteinn. Dettifoss er alltaf líka mikið, laðar mikið að. Við erum búin að vera með þennan Demans-hring sem hann er nú að hætta núna út af veðri bara, en við erum enn að gera hann á meðan að veðri er svona gott. Og svo Askja og Holuraun náttúrulega. Segðu okkur frá því aðeins. Já, núna meðan að veðrið er svona yndislegt þá er náttúrulega stórkostlegt að fara þarna upp yfir og jökullinn náttúrulega að fara þarna upp yfir og sjá jökullinn og sjá þetta allt saman liggja í baðinu í þessu nýja hrauni er náttúrulega ótrúlegt. Þetta er náttúrulega, þú veist, í alvörunni, þetta er ekki bara ferðamanna attraksjón eða neitt, þetta er ótrúlegt að það sé hægt að fara og baða sig í bara í gjörsamlega nýju landi. Já. Sko hraunið rann yfir uppsprettu sem hafa verið á staðnum þarna og það er náttúrulega að koma svo bara vatnið heitt undan hrauninu. Já, fólki finnst þetta ótrúlegt og þetta er ótrúlega flott en þú voru náttúrulega að rífa þig bara úr út á Viðavangi og henda þér þarna í. Já, það er ekkert að því? Nei, alls ekki. Og er þetta bara fínt hitastig eða? Mjög, þú getur raun og verið valið aðeins þeir eru misheitir lækheitir og sumir eru það heitir og í vandræðum með að liggja í þeim sko. Já, þetta er alveg magnað þetta land okkar stundum. En hvað ætli að sé þegar bara hinn almenni erlendi ferðamaður er að hugsa til þess að, það er náttúra. Það er náttúra? Já. Og það er það sem að maður hugsa, hvar er hann að finna? Já,
þessa náttúru. Já, náttúra og við erum með líka mjög flottan kúltúr hérna, sko. Við erum að bjóða upp á núna að fara og við erum að fara í ekta fisk, við erum að fara út í Hrísey, gefa þeim að borða, koma við í kalda. Þessi ferðaþjónusta er að koma ansi sterk inn líka og svo bara menningin og fólkið hérna eins og í ekta fiski að koma og hitta Elvar og þetta bara, fólki finnst þetta stórkostlegt. Það finnst nú öllum gaman að hitta Elvar. Hann alveg stórkostlegur og bara svona yfir höfuð erum við að, já, þetta er ekki bara náttúran, heldur líka bara menningin og fólkið hérna sem fólk hefur rosa gaman að spjalla eins og í okkar túrum þá erum við alltaf með líka svona highlight þar sem við höfum góðan tíma til þess að setjast niður með fólkinu sem við erum með í ferðum og gefum góðan tíma til þess að spjalla. Ekki bara að þeysast og lofa þeim að kynnast landi og þjóð og fræða bara hvernig við höfum lifað og allt þetta. Nákvæmlega. Hvernig upplifir að fólk hafi hvers vegna ákvað að koma til Íslands eða norður? Upplifir eitthvað svona línu í því að það sé eitthvað sammerkt? Já, Ísland bara rosalega mikið inn núna. Það virðist vera bara mikil umræða Ísland hefur verið undanfarið alls staðar í heiminum, þannig að góð auglýsing, frábær auglýsing alls staðar og við höfum svo sem njótum mjög góðs af því, en ákveða kemur norður svona bara breyta til og líka þessi svo mikið af fólki fyrir sunnan. Svo virðast kvikmyndirnar og tónlistin og menningarlífið okkar hafa verið fyrir utan svo náttúrulega auðvitað Guð blessi Eyjafjallajökul og allt það, en menningin okkar líka ákaflega mikilvæg sem í rauninni kannski besta markaðssetningin á Íslandi eða hvað? Já, og það er mikið viðburður fyrir sunnan sem að draga að og við erum svona að eflast aðeins í því hérna. Við höfum haft mikið viðburður sem að verið bara hugsaði fyrir okkur, sem að við erum okkur heimamenn, sem að við erum að taka svolítið lengra núna. Við tókum Iceland Winter Games til dæmis fyrir og stækkuðum hann og erum núna, að þú nefnir matinn sem svo frábært verkefni, að þá matarhátíð núna á Norðurlandi, öllu Norðurlandi frá Hrútafirði yfir á Bakkafjörð eða sem sagt Hvammstangi og út yfir Langanesi. Það verður núna 15. til 20. október og sem sagt hápunkturinn verður sýning á laugardeginum sem að hétaður maturinn, heitir núna Local Food Festival og þá verða allir í matartengdi ferðaþjónustu með viðburði sem eru matartengdir. Sumir að kenna þeir að gera slátur, aðrir með bjórsmökkun og einhverjir í bleikjueldi og svo krydda úr einhverjum jurtasauði tína. Þannig að það alls konar hlutir í gangi og koma inn á þetta að sýna menningu og mannlíf. En eru ekki öll pínu kynningafulltrúar Íslands? Jú. Jú, engin spurning. Bara sem almennur? Blaðamenn sem koma hingað til dæmis, þeir eru að koma á myndanáttúruna, en þeir vilja fara í ferðir eins og með ykkur og bara hlusta og heyra og spjalla. Og við erum einmitt að fara í Hóluraun á morgun með Norwegian in-flight blaði sem ætlar að gera forsíðugrein í Norðurland. Og þá skiptir öllu að þeir séu að hitta Íslendinga. Þannig að það að við séum að tala skiptir öllu og að því Íslendingar eru búin að vera að fara í Hóluraun að baða sig núna, þá allir að spyrja það erlendis frá. Nákvæmlega. Þannig að það okkar að kynna þetta. Nákvæmlega. Að lokum, fara Íslendingar ekkert inn í ferðir? Já. Þeir koma með okkur og finnst rosalega gaman og ekki síst Íslendingar sem hafa búið erlendis í mörg ár og koma og finnst líka bara að segja sögur, bara landnámssöguna. Já, nákvæmlega. Fólk búið að steingleyma þessu öllu saman og finnst þetta bara rosalega gaman. Það nefnilega stærsti hlutin, það ekki það að bara fá að fara út í Mývatnssveit, heldur einmitt þið leiðsögumennirnir að fá að heyra sögur og fræðast í leiðinni. Já, við förum í gegnum þetta allt saman og bara þeir náttúrulega aðeins að hlusta á hvað fólk vill heyra en við förum alltaf í gegnum þessa landnámssöguna og þetta hvernig við Goðafoss og þetta hvernig þetta varð, hvernig öfnin og fólki finnst þetta bara alveg æðislegt. Yndislegt. Er ekki bara dálítið gaman að starfa í ferðaþjónustu? Mjög gaman. Yndislegt. Ég heyri vonandi fljótt í ykkur aftur. Það gaman að fylgjast með þessu. Ég vissum að það eru gríðarlegu möguleikar, sérstaklega ekkert sérstaklega, en bara líka á landsbyggðinni og að landsbyggð og höfuðborg geti unnið saman að því að halda áfram að auka hagvöxt og gjaldeyristekjur inn í landið og allir rosalega glaðir. Takk fyrir komuna. Takk. En við með þessu hreinlega ljúkum þessum föstudagsþætti að þessu sinni. Góða helgi.